sérstaklega hjá mér frambjóðendur í stjórnarkjöri Eflingar, Ingvar Vigur Halldórsson, þú ert oddviti A-listans og Sólveig Anna Jónsdóttir hjá B-listanum, velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Við byrjum kannski bara á svona, af hverju þið eru að þessu, hvernig hyggst þú og þitt fólk beita ykkur fyrir félagsmenn ef þið hljótið vinnið þetta núna á þriðjudag? Já, við erum í A-listanum, við viljum beita okkur fyrir sérstaklega húsnæðismálum og lægstu launum og ég veit að það er líka hjá B-listanum, en þetta eilífða barátta og við viljum í rauninni halda áfram þessari baráttu og sérstaklega með húsnæðismálin og það Bjarg íbúðafélag. Við höfum mikil áhuga í A-listanum að berjast fyrir áframhaldandi uppbyggingu sem hefur verið þar í gangi hjá ASÍ og BSRB. Við viljum beina kröftum okkar þar og svo sérstakur áhugi hjá mér að greiðslumat hjá fólki, að þeir sem á leigumarkaði og að greiða til dæmis 200.000 í leigu á mánuði, að þeir falli ekki á greiðslumati upp á 160.000. Ég vil beina eða nýta rödd félagsins til að beina kröftum okkar þangað þar sem að verði meira réttlæti. Já, hjálpa fólki að eignast sitt eigið. Já. Sólveig, hvað svona þessar helstu breytingar sem eru á félaginu ef þið kemist að? Já, við náttúrulega auðvitað leggjum mikla áherslu á að launakjör verði löguð. Þessar prósentuhækkanir sem að tíðkast, við erum ekki hrifin af þeim vegna þess að svo dæmis ég tekið þá þýðar til dæmis prósentuhækkun upp á 10% fyrir hátekjumannesku mörg 100.000, en fyrir mannesku í minni stöðu þýðir það eitthvað mjög lítið sem bara fljótt að hverfa í hítina. Við viljum jafnframt berjast fyrir bættum aðgangi að húsnæði á góðum kjörum, tryggu húsnæði. Samkvæmt könnun sem að Efling gerði, þá eru held ég aðeins 44% félagsmanna í eigin húsnæði, þannig að það gefur augaleið að það er bara mjög brýnt mál að fara í það. Jafnframt viljum við leggja áherslu á það sem við höfum kallað svona lýðræðisvæðingu félagsins, að baráttan verði ekki háð á þessum píramídastrúktúr. Við teljum að stéttabaráttu og verkalýðsbaráttu eigi að heyja af gólfinu og þess vegna teljum við mjög mikilvægt að þau sem eru í forsvari séu fólk sem hafi bara beina reynslu af því að starfa í ástandinu eins og það núna. Þess vegna til dæmis teljum við að það sé algjörlega fráleitt að það sé hægt að sitja í 18 ár eins og fráfarandi formaður hefur gert. Viljið breyta það reglunum að setja það á hámark á stjórnarsetu? Já, ég held að það sé bara mjög nauðsynlegt að ganga í það og þegar við höfum nefnt þetta við það fólk sem við höfum verið að hitta á vinnustofufundum, þá höfum við bara heyrt mjög mikla undirtektir við þetta. En jafnframt þá viljum við líka bara leggja mikla áherslu á það að við teljum að verkalýðsfélög eins og Efling þurfi bara líka að beita sér í svona orðræðunni, þurfi að beita sér bara ávallt fyrir hagsmunum verkafólks og láglaunafólks, að við þurfum bara stöðugt að heyja baráttuna bara gildin í samfélaginu, að við þurfum að berjast mjög markvisst gegn þessari nýfrjálshyggjustefnu sem að gera það að verkum að láglaunafólk og verkafólk bara dæmt til þess að stríta alla ævi án þess að geta nokkru sinni frjálst höfuðstrokið, á meðan eins og bara gerist núna í sífellt meiri mæli að auðstéttin ekki aðeins hefur mikinn aðgang bara af pólitískum völdum, heldur jafnframt bara sölstar undir sig sífellt meira af gæðum samfélagsins. Já, þú ert að tala bara meiri pólitíska aðkomu? Já, að við teljum að það sé bara bráðnauðsynlegt vegna þess að misskipting eykst. Samfélagið okkar á okkar mati ekki á góðri leið. Stéttaskipting bara meira og meira vandamál í íslensku samfélagi. Það bara bráðnauðsynlegt að verkalýðshreyfingin taki bara svona markvissari afstöðu með þeim sem bara þjást í arðráninu og hætti einhvern veginn að spila svona með þessu kerfi. Ingvar, þetta eitthvað sem ég veit að maður hefur séð að ykkur hugnast ekki, þú hefur gert athugasemdir við í rauninni svona einhver aðkomu ákveðna flokka
að þessu kjöri í gegnum framboð B-listans. Af hverju, ég meina það er fullt af fólki sem er starfandi í ýmsum verkalýðsfélögum sem að starfa líka í pólitík. Af hverju er eitthvað svona illa við þetta? Mér er meinilla við þetta vegna þess að öll flokkspólitík, hún á ekki heima í stéttarfélagsbaráttu. Af því að það er ekki hægt að vera ef að til dæmis einhver flokkur kemst til valda eins og hjá þeim, sósíalistaflokkurinn, ef að þeir eru í sveitarstjórn og svo situr þetta fólk kannski í framtíðinni í Eflingu stéttarfélagi og það kemur sama staða upp og var núna daginn, uppsögn kjarasamninga. Hvernig ætlar þetta fólk að taka afstöðu? Ætlar að taka afstöðu þá með sveitarfélaginu eða ríkinu eða vinnandi fólki? Þetta gengur ekki upp. Þetta bara aðskilið fyrir áratugum síðan og þetta bara á ekki að heima saman. Sólveig er náttúrulega líka að tala einhverju leyti svona kannski bara pólitísk afskipti félagsins, það er að segja að það sé meira ábyrrandi í pólitískri umræðu þó sé ekki endilega flokkapólitík. Er það eitthvað sem að þú getur tekið undir hafi vantað að félagi beiti sér meira í svona samræðunni kjör verkafólks? Já, þetta er pólitískt starf, en þetta á ekki að vera flokkspólitískt. Það verður að vera pláss fyrir alla. Þetta er svo stórt félag og það getur ekki verið þannig að maður verði beggja megin borðsins. Ég skil ekki þá hugmyndafræði og ég sé ekki að hún gæti gengið upp nokkuð tímann. Hvað segir við því? Mér finnst þetta bara ótrúlega ósvífið. Ég er vissulega í flokki sem hefur reyndar aldrei búið fram. Ég hef aftur á móti starfað frá 2008 samhliða því að vera bara verkakona á íslensku vinnumarkaði. Hef ég beitt mér bara í baráttunni fyrir réttlátara samfélagi á Íslandi og öll þau sem hafa starfað með mér þar held ég að geti sagt að ég hefi ávallt bara staðið mig eftir fremsta megni bara mjög vel og verið bara heiðarleg að öllu leyti í samskiptum með fólk sem ég hef starfað með þar. Þegar ég er að tala að verkalýðshreyfingin eigi að vera pólitísk þá er ég náttúrulega augljóslega ekki svo barnaleg að vera þarna að vísa í stjórnmálaflokka. En fyrst að A-listinn hefur ákveðið að gera þetta að einhverju megin inntaki kosningabaráttu sinnar, þá má náttúrulega bara benda á að skrifstofustjóri Eflingar var í framboði fyrir Samfylkinguna fyrir síðustu alþingiskosningar. Ein dyggasta stuðningsmanneskja A-listan sem hefur skrifað fjölda greina til stuðnings A-listanum og greinar sem eru mjög gagnrýnar bara á mig persónlega. Einmitt þessi orðræða að ég sé bara handbendi einhverja manna út í bæ. Hún er fyrrum varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins. Þannig að þetta er náttúrulega bara eitthvað svo hjákátlegt að vera vitni að þessu. Og mér finnst þetta einmitt bara mjög mikil vanvirðing við mig sem mannesku sem eins og ég segi hef starfað í bara alls konar baráttum frá árinu 2008 alveg án þess að taka nokkru sinni pásu sér til. Ég hef aldrei dregið mig til ég hef bara verið á því sviði frá 2008. Og svo finnst mér þetta náttúrulega sérlega mikil vanvirðing við það fólk sem er á listanum með mér, sem eru auðvitað bara fólk sem hefur væntanlega kosið alls konar flokka og jafnvel starfa með þeim. Ég hef bara ekkert spurt af því. Mér finnst þetta leiðinlegt vegna þess að auðvitað á þessi barátta þessi framboð að bara snúast málefni. Við höfum reynt eftir bestu getu og ég tel að við höfum bara staðið okkur mjög vel í því að vera bara mjög málefnaleg, tala bara þau mál sem að bara brenna á okkur, þessi ömurlegu launakjör sem okkur eru boðin upp á. Við erum bara einhvern veginn dæmd til þess að vera vinnuafl á útsölu, húsnæðismarkaðinn sem er skelfilegur fyrir fólk með lágar tekjur, lýðræðisvæðingu félagsins. Við höfum reynt að benda líka á að lífeyrissjóðskerfið eins og það núna er bara meingallað, því þarf að breyta. Akkur erum við ekki að ræða þessa hluti? Hvers vegna í ósköpunum er hægt að snúa þessari kosningabaráttu það hvort að ég sé meðlimur í flokki eða ekki? Er þetta ekki bara einhvern veginn svona makarþísk stemning? Mega þess að draumverulega allir flokkar, fólk úr öllum flokkum má koma en manneskja sem tilheyrir einmitt sósíalistaflokki, hún er einhvern veginn brennimert, kona sem hefur háð bara mikla og markvissa baráttu fyrir breytingum á samfélaginu,
Ég bara ásökuð einmitt það að vera handbendi manna út í bæ og þá algjörlega bara gert svo lítið úr því sem ég þó hef tekið þátt í að gera hér á þessu landi. Þannig að þetta bara mjög hryggilegt. Ingvar, er þetta ekki alveg rétt hjá henni mín að þú skrifaði grein þar sem þú sagðir frambjóðendur B-listans vera leikara í leikriti þar sem þú sömdu ekki sjálf handritið? Ég meina, hvað nákvæmlega meinarðu með þessu? Ég meina það að það kemur fram á síðu hjá Gunnari Smára í Sósíalistaflokknum. Hann auglýsir eftir fólki til að gefa kost á sér gegn A-listanum þegar auglýsingin kom fram. Og þetta vita allir sem hafa fylgst með. Fólk veit þetta náttúrulega vegna þess að þetta það eina sem að þið hafi sett fram í ykkar kosningabaráttu. Þið eru með auglýsingar í miðlum sem að gengur ekki út af það hvað þið ætlið að gera ef þið komist til valda. Heldur sem gengur út af það að mála mig sem einhvers konar annarkvort bara örvita eða valdasjúka og hégómagjörna konu sem tilbúin til þess að taka þátt í hverju sem til þess að fá einhverja persónulega athygli. En það eru þið sem hafi komið baráttunni á þetta level. Ég meina, skilur ef einhver á að skammast sín, þá það náttúrulega þið fyrir að hafa farið með umræðan á þennan stað. Hvað segir þessu? Nei, þetta er ekki rétt. Umræðan fer á stað þarna, hún byrjar í flokknum. Þið finnst illa að ykkur veiði sem hafi verið að starfa í Eflingu? Ég er bara alfarið á móti því að einhver flokkur óski eftir framboði, það er alveg sama hvaða flokkur það er, til þess að gefa kost á sér gegn fólki í stéttarfélögum. Þetta er bara frálegt. En það hefur verið talað einhverju leyti að þið séu svona frambjóðendur kerfisins, að þið eru þarna frambjóðendur uppstillingarnefndar. Ég meina, hvernig ertu ósáttur við þá skilgreiningu? Hvernig kemur það til að þessi listi sé settur saman svona með þig í fararbroddi? Ég er verkamaður. Ég er ekki starfsmaður í Eflingu og ég er ekki í stjórn núna. Ég var í stjórn Eflingar, en ég gaf kost á mér þegar ég vissi að fráfarandi formaður ætlaði að hætta. Og þá gaf ég kost á mér til þess að mér langar að gera betur. Ég hef verið í stéttarfélagsbaráttu frá því ég var unglingur og ég sá bara tækifæri að þarna get ég komið einhverju góðu til leiða. Og í rauninni með þá núverandi stjórn, ég er ekkert að verja núverandi stjórn á neitt hátt, mér langar bara að koma inn og gera betur og byggja ofan því sem er búið að vera að vinna að. Er þetta ekki, maður hefur séð einmitt þetta svona nýr baráttuhópur á móti svona einmitt kerfinu. Ég meina, er þetta ekki kannski einhverju leyti svona óþarfa skilgreining á þessum hópi sem að hefur svo sem ekki til sakar unnið heldur en að gefa kost á sér við þessu uppstillingarnefnd? Ertu þá að meina okkur, eitthvað sem við ættum að hafa sagt A-listan? Já, maður bara séð því ekki endilega þið, bara svona hvernig þetta kemur út. Já, ég get náttúrulega ekki svara fyrir það hvað aðrir að segja. Við eins og ég segi, við höfum bara lagt mikla áherslu á að vera bara mjög málefnaleg í okkar baráttu og þegar við höfum verið að fara til á vinnustöðafundi þá höfum við komið inn á þá, kynnt okkar mál, spjalla við fólk og aldrei nokkuð tíma verið að grafa einhvern veginn undan baráttu þeirra. Það hefur ekki verið okkar taktík. Það getur enginn bent á það. Aftur á móti hefur A-listinn, meðal annars bara í útvarpsviðtölum, talað ekki aðeins niður til okkar og ásakað okkur þessa hluti. Heldur jafnframt hef ég bara heyrt sem er náttúrulega sárara og leiðinlegra að það tala bara niður til félagsmanna að ástæðan fyrir því að það gangi illa að fá fólk til starfa sé einhvern veginn bara svona algjört viljaleysi félagsmanna og svo heyrði ég nú bara eina konu á listanum segja að þegar félagsmenn væru að tjá sig þá væri það einhvern svona bara tuð og þus. Mér finnst þetta bara mjög alvarlegt. Þarna greinilega er einhver svona áherslu á menningarmunur. Þar sem að við höfum sagt að ef að við, fólki í félaginu, erum að tuða og þusa eins og það hefur verið orðað, þá verður að gefa því gaum, það verður að hlusta á það. Við erum náttúrulega bara auðvitað eins og fólki á A-listanum, fólk sem hefur bara starfað á þessum íslenska arðránsvinnumarkaði. Ingvar mótframbjóðandi minn, hann einmitt heldur því fram að það sé ekki arðrán í íslensku samfélagi, sem er náttúrulega algjörlega bara fráleit skoðun. Ég meina arðrán er bara grundvöllurinn í því efnahagskerfi sem að við búum við. Við erum sannarlega arðrænt vinnuafl
og við viljum fá meiri aðgang að því sem að við búum til með vinnu okkar. Við viljum að samfélagi mótist að miklu leyti eftir okkar kröfum, okkar löngunum og okkar draumum hefur ýtt út á jaðarinn. Þar höfum við verið látið sér stemmigt. Vinna fyrir tekjur sem nægja okkur ekki til þess að lifa af. Við teljum bara að nú sé nóg komið og við höfum bara fullan rétt eins og ég segi, ég búin að vera frá 2008 félagsmaður í Eflingu. Ég bara hef lýðræðislegan og bara fullan rétt til þess að stíga inn í þessa baráttu, til þess að láta rödd mína heyrast og sama má segja alla sem að taka sæti með mér á lista. Þetta fólk sem málefnalegt, sem að talar fyrir hönd þeirra hópa sem þau tilheyra og svo framvegis. Þannig að ég get ekki lagt nógu mikla áherslu á hvað mér finnst það hryggilegt að við höfum þurft að eyða einmitt tíma í að ræða eitthvað sem á endanum skiptir engu máli í stað þess að ræða það sem skiptir öllu máli, sem bara það hvernig samfélag viljum við búa í, hvernig samfélag getum við sætt okkur við að búa í, ætlum við að einmitt taka þennan stóra slag sem við bara verðum að taka, eða ætlum við að halda einmitt áfram að svona mjatla inn einhverjum prósentuhækkunum sem að gagnast okkur ekki neitt. Ég meina það snýst þetta. Einhver örstutt í lokin, ertu sammála því að sé að verða arðarán og ætlið þið að berjast gegn aukinni stéttaskiptingu í íslensku samfélagi ef þið komst að það? Já, sjálfsögðu berjast þið fyrir því sko. Og arðarán það of djúpt í áruna tekið. Það mín skoðun. Hvernig myndirðu þá lýsa þessu? Hverju þá? Bara svona þessu sem hún að segja að sé stétt sem að taki meira og skilji ekkert eftir fyrir þeim sem að minnst mega sín. Það vissulega launaskipting í landinu og þetta það sem að við bæði viljum berjast fyrir. Það að auka tekjurnar og sérstaklega hjá þeim lægst launuðum. En hvernig ætlar að berjast afneita bara grundvallar hugtaki? Hvernig ætlar þá að leiða baráttu næst stærsta stéttarfélags á Íslandi? Við komumst ekki lengra með þetta að sinni. Takk ykkur kærlega báðum fyrir komin og gangi ykkur vel. Við höfum ekki lengra sinni, verið sæl.